hvernig gengur Kiljan? Nokkuð hort á þetta? Vistu, ég bara athuga það ekki. Nei. Ekki einhverja mælingar í gangi hjá Páli? Já, ég nenni ekki að athuga það. Nei. Ég vann einu sinni á Alþýðublaðinu, þar voru held ég 600 áskrifendur, svo var farið að athuga, þá kom þess að 200 að þeim voru dánir. Já. Þetta var ágætisblað. Já. Heyrðan, til tilbreytingar þá ég nú með lifandi fólk í þetta skipti. Já. Sko, maður hét Hákon Guðmundsson og var hæstaréttarritari á Íslandi, seinna yfir borgardómar í Reykjavík. Það mynda hún hérna. Þessi maður var mjög merkilegu maður. Áratuga skeiði flutti hann í útvarpið erindi dómsmál. Það sem hann rakti sko dóma sem höfðu fallið í undirrétti og hæstarétti og gerði það af mikilli kúnst, þannig að það hefur ekki verið leikið eftir síðan hann hætti að sinna því. Hann var frá Stórahofi á Rangárvöllum, þessi maður. Pappan hét Guðmundur Þorbjarnarsson og bóndi á Hvoli og Stórahofi. Stórahofi keypti hann 1910 af Einari Benediktssyni. Og hans kona heitir Ólöf Árnadóttir, dóttir Árna prófass á skútustöðum í Mývatnssveit. Hákon á 3 dætur. Inga Huld Hákonadóttir, Auður Hildur Hákonadóttir og Hjördís Björk Hákonadóttir. Inga Huld mjög merkileg kona. Hún hefur skrifað einhverja skemmtilegustu Íslandssögur sem hefur verið skrifuð. Fjarri hlýju hjónasengur. Þetta Íslandssagan út frá sjónarhóli kvenna. Og hún mjög merkileg þessi bók því hún svo fantalega vel skrifuð. Hún skrifuð á svo mikilli elsku og list á viðfangsefninu. Svo skrifaði hún líka Helst að lífið væri svona. Þetta viðtal við fátækar konur. Og Inga Huld sko var gift Leifi Þórarinssyni tónskáldi og þau eiga börnin Hákon sem kallaði Tumi. Þau eiga Þórarinn sem giftur henni Auði litlu Jónsdóttur af Laxnesættinni og þau eiga hana hvað heitir Öldulóu. Öldulóu sem gift hún Gunnari Smára og ljósmyndari og frábært fólk allt saman, öll þessi börn. Og Inga Huld núna í sambúð með honum Kristján Árnasyni sem þýddi Óvít. Og hún alveg einstök kona og einhver besta blaðakona landsins fyrr og síðar. Og systir hennar Auður Hildur Hákonadóttir. Hún býr með Þór Vigfússyni, fyrrverandi rektor á Selfossi og formanni galdrasetursins eða draugasetursins á Stokkseyri. Og og hún hefur orðið fyrir miklum áhrifum. Hún listvefari. Og það væri gaman að þau getur sýnt eitthvað af vefnaðinum hennar. Því að hún svo frábærlega listfenga sér kona. Og svo hefur hún orðið fyrir miklum áhrifum af amerískum heimspekingi sem hét Thoreau. Sem vildi að maðurinn lifði í samræmi við náttúruna en tæki ekki náttúruna og legði hana undir sig og eyðilegði hana. Hann einn af fyrstu mönnum sem kemur fram með þessi kenningar. Hann fæddur 1817 og daginn held ég 1864 og flest hans verk gefin út eftir hann dó. En hún Auður Hildur hefur skrifað heilmikið það sko hvernig maðurinn eigi að lifa í samræmi við náttúruna og hún er afar merkileg og yndisleg kona. Manna þau hjónin þið áttu heima á Brekkustíg í Vesturbænum, þá voru með geit. Já, þú voru með geit. Já. Mér reyndar alltaf langað til að hafa geit í garðinum hjá mér. Og svo fluttu þau austur á Selfoss. Búa þar á Bökkum Ölfusár þarna dálítið fyrir ofan. Og þetta dásamlegt fólk. Nú, svo Hjördís Björk. Hún fyrrverandi hæstaréttardómari. Og hún var sýslumaður í Strandasýslu. Hún var borgardómari. Hún var gift Böðvari Guðmundssyni.
og hún var gift Eyjólfi Kjælari Emilssyni heimspekingi og kennara við Háskólann í Oslo og er hinn mesta sæmdarkona og eldklár í kollinum og engin Íslendingur hefur numið réttar heimspeki eins vel og hún þessi kona, en það var hún mikil og ástrík vinkona Þorsteins Gylfasonar hérna hins látna heiðursmanns. Já. Og þessa systur finnst mér bara bera af í flórunni hver á sínu sviði. Og mér langar bara til þess að enda þetta á því að nefna hérna nokkra af bestu blaðamönnum sem að ég held að hafi verið upp á síðustu öld. Það er í fyrsta lagi Finnbogi Rútur Valdimarsson sem var ritstjóri Alþýðublaðsins 1936-40. Það er í öðru lagi Valtýr Stefánsson, lærimeistari Matthíasar Jóhannesson. Það er í þriðja lagi Matti Jó. Já. Það er í fjórða lagi Jökull Jakobsson. Það er í fimmta lagi Steinunn Brím sem var frábær blaðakona og blaðamaður. Það er í fimmta lagi Inga Huld Hákonardóttir, hérna sem við vorum að tala áðan. Og það er Magga Indriða, kona Thors Vilhjálmssonar og Stefán Jónsson. Þetta finnst mér vera bestu blaðamenn á öldinni sem leið. Ertu ósammála? Nei, ekki endilega. Viltu benda á einhvern? Árni Bergmann. Hann er flottur. Já. Hann er meira rithöfundur. Já. Já. Já, þetta er búið hjá okkur í kvöld. Þakka ykkur kærlega fyrir að horfa, sjáumst hér að vikuliðin í Kiljunni.